Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Sportþáttur með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi og það er komið að loka viðmælanda kvöldsins. Það er Finnur Freyr Stefánsson, þjálfari deildameistara KR í körfubolta. En KR-ingar tryggðu sér núna deildameistara titilinn helgina á sæll og blessaður, hann ekki? Það verður. Hvernig hefur það? Já, bara prýðilegt, en þú sjálfur? Já, bara ljúmandi góður. Bara stoltur fyrir ykkar hönd að vera orðnir deildameistarar. Já, það er bara sama segi ég bara. Já, en tímabilið er á sjálfsögðu ekki nærrið í búið eins og maður kallar það þó að deildameistaratitilinn, því að svo hefst bara alvaran eða ekki úrslitakeppnin eftir það. Jú, ekki svo þetta er langt og stangt tímabil að deildakeppnina að vera að baki og ég er búinn að uppskýra að mínum að þessu áðun í henni, búinn að ná mörgum sigurum og tryggur heimalega eftir útúrslitakeppnina og verður bara mjög ánægð með það. En svo sem segir þú, tekur úrslitakeppnina við og þá fara leikirnir að telja þessu öðruvísi og okkur hlakkar bara til að taka þetta með verkefni. Og já, þið eru ekkert með ykkur að drauma mótherja, það breytir engum máli hverja þið dragist alltaf með móti? Nei, við bara, þetta er búið að vera svona jöfnir sér deild að maður kannski að lið sem að voru kannski líklega að vera þannig í neðri hlutanum að náttúru komin í efri hlutan og efri hlutaleik komin niður, þannig að þetta bara að tekum bara því sem við fáum og vinnum úr því. En já, það voru tvö lið náttúrulega kvöld núna, það er Fjölnir og Skallagrímur, þeir verða ekki áfram með ykkur í úrvalsdeildinu næstkomandi leiktíð? Já, þetta er svona, það er alltaf leiðilegt að einhver leið fara niður en það er alltaf hlutskipt einhverju að taka leiða og það er heildar árangur yfir tímabilið sem tilur og samkvæmt því eru bara Fjölnir og Skallagrímur búin að vera tvö lögustu liðin í deildinni. Það er einhvern að sýnta í kvöld að stegsmunur á þessum tveimur liðum Skallagrímur og mér og við þekkjum það bara sjálfur á ég núna þeir voru bara gríðilega erfiðir og búin að vera svona, kannski óöfna kannski ekki rétt orðið en það verður mjög nálægt í að vinna sem marga sigra sem hafa snúast í töp þannig að ég held að þeirra að það skilja það andra fyrir. En það verður, já, fróðlegt líka með að við höldum okkur áfram hérna með liðin sem er neðstu sæti og liðin sem er jafnvel að koma upp að Höttur er náttúrulega að fara að koma hérna upp í úrvalsdeildina. Já. Við erum haft þess að gera frábært mót fyrir austan og frábært að fá lið á Austurlandinu í eftir deild. Ég held að það er nú hvorki í fótboltanum í handboltanum, þannig að það er gott fyrir Austurlandi að fá fulltrúa í eftir deild. Og já, og aðeins meira ferðalag, það er alltaf gaman eða ekki? Jú, í dag það er ákveðan kostu við körfuboltan hversu við driftar all land og við þurfum að halda við fögnum því og þess að segja það er gaman að koma austur og góta hvort og kærlega okkar ferðalega, þá er það bara hluti af þessu. En já, þessi fyrsta deild að Höttur náttúrulega búin að vera svona aðeins yfirbörað með hinliðin en svo er ekki tækt að segja hvað verður seinna liði sem mun fylgja hattamönnum upp því að þarna er Hamar, Valur, FSU og IA bara einni klessu frá öðru í 5. sæti með 24 stig og 22. Akkurat, ég er búin að sjá nokkra leiki í þessu deildinni og fylgist með henni ásamt hinnum efstöld kalla og konna. Ekki það búið að vera virkilega spennandi og ekki ég allir búin að segja til hvaða lið fyrir upp því valsmenn hafa verið á góðri siglingu undanfarið. FSU eru svolítið svona svo gáðbúningur og svartur og hvítir. Ég sá það í valsheimilum daginn og spila glimrandi í 25 mínútur en svo fundi allt það síðustu 15 mínúturna þannig að ef þeir detta á gott gengi og í þessu umspilkeppni með þetta lausa sæti þá sé ég þá alveg fara upp. Hamar með sterkan teig og IA með svona, ég er ekki eina sem liði sem ég ekki sé en með þannig helga og sem Marko Orren þá er þetta allir liði sko. Já, makkulega. En ég ætla bara að fara austur þarna í Dóminustöld kvenna. Þínar stelpur náttúrulega KR, þær eru í harðri baráttu þarna við Hamarstúlkur. Já, eða svo kannski meira bara Breiðablikstelpuna held ég að halda sæti sinni í deildinni. Já, afsaki, Blikastelpur, já. Já, Hamar er búin að stinga þessi lið af í deildinni og sigla Hatti og Kó sigla
leiknum sjá en Káastöðumenn hafa bara einfaldlega gefið nógu góður í vetur og eiga bara ekkert því miður ekkert betra skilið meðan framstöðuna hingað til en það hafa núna eitthvað leiki til að stíða upp og gera betur og ég vona á trúið að maður muni klára það marga leiki að það muni náttúrulega ekki verið sem dildinni. En nú fer að styttast í úrslitakeppninni hjá ykkur og ein umferð eftir sem verður núna leikinn öll sama tíma næstkomandi fimmtudag. Já. Og eins og lítur út fyrir það þá getið þið náttúrulega ekkert vita hverju mótherjar ykkar verða því að þetta bara ein stór þarna alveg frá 4. sætinu og niður í það 8. Akkurat, mér sýnir það svona, ég var ekki búin að reikna þetta út en mér sýnist að möguleikarnir séu Þór, Keflavík eða Grindavík, ég held að önnur sé komin ofalega en eins og ég segi við bara tökur í sig bara kemur og við erum fullið sjálfstöðst og höfum trú okkar mönnum og hlökkum bara til að geta byrjað og við byrjum ánægðir að fá að byrja á heimavelli og hafa heimalegir eftir nútkemna. En að vera að þjálfa svona lið eins og KR sem er búin að vera svona svolítið yfirbörða og ekki svolítið erfitt að halda svona leikmönnum á tánum sem eru svona, virðast alltaf geta staðist allar áskoranir? Jú, það er auðvelt að slaka og við kannski erum slaka fyrir mikið að strána maður svona hjálpt að maður væri búin að vera að halda mönnum öfnu en svo kom hvað sér þetta annað í ljós að maður skapir kannski erfitt að halda sjálfum sér og það er kannski það sem ég sé mest eftir ef ég þarf að vera tilbaka yfir deildakeppnina að hafa ekki verið að ég hef ekki staðið mig sjálfur betur en ég held að þetta er eitthvað sem maður er ungu sjálfur og maður lærir á því en vissulega er erfitt að halda dampi þegar allir í kringum manni tala hversu góður maður er að vera þegar að spila mennskan eitthvað ekki alltaf þannig en það er bara hluti af þessu og við erum búin að stíða upp úr síðustu leikum og sérstaklega leikurinn gær var virkilega góður og svona loksist að henda í 40 góða mínútur. En það er eitthvað líkilmaður Pavel Ermolinski náttúrulega meiddur núna, er eitthvað að vita hvort að hann kom eitthvað inn í úrslitakeppnina? Ég held að til að segja sjáum hann úrslitakeppnina þurfum við að fara í gegnum Kristinn fyrir nánans, ég held að sé mjög hægt að hann spila eitthvað í afturljóðslutunum, þannig að það er okkar verkefni að koma okkur upp og það væri fín og það væri virkilega sterkt að klára afturljóðslutun ánans. En sem að veita aldrei sem að segja sjálfur, hann er betri degið til dags en við munum ekki taka neina á óstur því að við þurfum að heila hann ef við ætlum alla leið og það þýðir ekkert að henda hann snemma út og hætta á frekara meiðsli. Hópurinn er sterkur og Björn Kristjánsson var stíða virkilega sterkur bíleikstjórnarstöðinni í fjárveru Pavels og kannski á endanum þá munum bara kannski græða að því að hafa fengið nokkra leiki án Pavels til að koma öðrum mönnum í gang. En það er náttúrulega tekur sitt ákvað á ungu leikmennum þurfa náttúrulega að stígu upp þegar eitthvað svona bolti dettur út. Já, frálega menn æfa krafti allt árið og eins og það er eitthvað til að gera. Við erum með gott magna ungum efnulegum strókum sem eru að stanslaust að reyna að slá hérna eldri og reyndari út og það er náttúrulega þeirra að verða betri og spila betur heldur en þeir eldri til að eiga skilja að taka í ferðargólfinu og framistæðan í gær og var flott hjá hans sem mörgum og gerir mér lífið erfiðara að spila út úr spilunum en á samtíma gefa hversu fleiri hópum til að tekja þeirri. En hvernig gengur hins vegar nú er náttúrulega Pavel það ekki líka með kjöt og fiskbúð þarna, er hann ekki að láta ykkur éta svolítið að því, þessa stráka og KR? Kaupmaður á hafninni, hann er með þessa frábæra búsina og stendur sér virkilega vel í því hlutverki líka. Hann er salkirið mikill og veit hvað hann er að gera og ég hveti alla sem að hafa einhvern á að fá góða mat og að skella sér á hótniði í kjöt og fisk. Það er náttúrulega, er það ekki hluta því að þið eru svona búin að standa ykkur á svona nokkuð vel hérna á leiktíðinni, þið eru að
og svona rosa fæði hérna hjá kaupmannum með horninu. Já, lítur að vera það. Hann var með góða veislu handa okkur strákunum daginn. Helgi bjöð heim og hérna Pavel sá melda með skona og hérna við hefum ekki tapað leik síðan, þannig að við ekki segja að það hjálpi til. Já, nákvæmlega. En svona aðeins örstutt að náttúrulega það ekkert þetta að segja hvernig þessi leikir en það má segja með þessa leiktíð sem núna búin að vera að já, það náttúrulega með stólana þeir virðast búin að vera ansi öflugir að koma sterkir inn í dómaradeildina nýja leik. Já, alveg bara gríðarlega flottir. Stórt spil sem náttúrulega fór í hérna stökkinu var náttúrulega að sæna Darren Lewis. Það sá það allir í fyrra þessi 2 ár með Keflavík svakalega góður að hann hefur verið að liða og hann búin að vera frábær í vetur. Ísar Martin þjálfari sem Spánverjinn, hann búin að gera virkilega gott mót og ná að setja saman flott við og gefa mér góð hlutverk og spila vel út af þessum spilum sem með hann fyrir norðan og svona það eru bara sterkir og flotti karakterar í strákum eins og Helga Viggo sem að bindur út af saman. Þannig að auðvitað maður þeir byrjuði mjög sterkt og þessi margir sem byggustýraði myndi ekki gera á að halda dampi en þeir eru heldur betur með að gera það og eru bara verðskulda þannig öðru svolítinu. Þetta náttúrulega óeðlilegt þarna, já þykir manni að leikmanni svo Darren Lewis að vera með á meðaltali 21 stig í leiki og vera hérna rífandi fráskot og gefa allt svona frá sér 39 ára gamall. Já, þetta bara hlýtur að gera bara kallmennum á festusaldri bara á aukna vonum að það sé nóg eftir á lífinu þegar það er 39 ára menn og það geti einmann til svona festu 41 þá er að skila hörku 12 velstild. Þetta bara sýnir manni að festusaldurinn lítur bara inn í 30-saldur. Finnur Freyr svona rétt í lokin yngri flokkanir hjá okkur í KR mikið að etni við þarna til hjá okkur? Já, fullt af flottum strákum þjálfarinn okkar er að gera virkilega gott mót og við erum með unga strákar sem er að banka dyrnar og það eru fróðlegt að fylgjast með hann og einnig í hérna Þórbjarnarsson er alltaf fengið ekki hlutverk í meistaraflokkum eftir áramót og hérna Drans Egilur Álfur Halldórsson áttu svakalega leik í úrslitaleik bikarúrslitaleik 11. daginn sem hann hendi einhver 30 pluss stig 29 frákastminnum og einhverja 13 stórsendingar þannig að það eru strákar að koma upp og framtíðin bara björt ef þessir við og þessi ungur gustar halda rétt á spilunum. Finnur Freyr, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel það sem eftir er að leiktíðinni og í úrslitakeppnina. Já, bara takk hérlega fyrir það. Bestu þakkir og það verður við erum ábygglega eftir að sjást því að það lítur allt út fyrir eins og staðan í dag að þið eftir að mæta Þorlákshöfn búum. Þá bara, það verður svo það er. Það verður svo það er. Bestu þakkir. Takk. Já, það er nú þannig að náttúrulega þessi deil getur ekki verið jafnari en næstu leikir fara fram náttúrulega núna á 5. daginn loka umferðin. Það er Þórlákshöfn, Njarðvík klukkan og þessi leikir hefast allir korter yfir 7. Þórlákshöfn, Njarðvík og það má geta þess að Njarðvík er í 3. sæti með 26 stig, Þórlákshöfn í 8. með 20, Stjarnan og IR eigast við og Stjarnan er í 7. sæti deildar með 22 stig meðan IR í 10. með 12 stig. Skallagrim með Tindastóll, Skallagrim eru fallnir eftir leik kvöldsins eða svona samkvæmt tölfræðinni og þeir eru neðsti með 8 stig á meðan Tindastóll eins og við komum fram að hann er í öðru sæti með 32 stig. Svo er það Haukar og Keflavík sem eigast við. Þessi lið eru í 4. sæti eru Haukarnir með 24 stig og Keflavík er í 5. sæti með 22 stig og svo er það Snæfell Grindavík en Snæfell er í 9. sæti með 16 stig og meðan Grindavík er í 7. með 22 stig og svo er það Fjölnir KR en Fjölnismenn eru líka fallnir í 11. sæti með 10 stig og KR er í 1. sæti með 38 stig. Nú það eru náttúrulega fleiri leikir framöndan í körfuboltanum. Það eru leikir náttúrulega í dómsdeild kvenna núna á miðvikudaginn eru heilumferð Keflavík KR, Grindavík Haukar, Hamar Breiðablik og Snæfell Valur. Þessi leikir hefjast alla korter yfir 7 en Snæfell er á toppnum með 40 stig, Keflavík er í öðru sæti með 36 stig, Grindavík í 3. sæti með 30, Valur og í 4. sæti með 28, Haukarnir í 5. með 26, Hamar í 7. með 10, KR í 7. með 8
og Breiðablik eru neðsta með 4 stig. Svo það í fyrstil karla eru næstu leikir FSU IA núna á fimmtudagina í held að sé rétt hjá mér korter yfir 7 FSU IA. Svo föstudaginn það Hamar Þór Akureyri og Valur KFÍ og þessi leikir hefjast klukkan 7:30. Og í fyrstil kvenna þá eru næstu leikir Stjarnan Hrunamenn á föstudaginn eða sem Stjarnan FSU Hrunamenn. Svo Þór Akureyri Fjölnir á laugardaginn klukkan 3, 4:30 á laugardaginn KFÍ Njarðvík og svo það á sunnudaginn Tindastóll Fjölnir klukkan 12. Og næstu leikir í karla, það eru leikir núna á miðvikudaginn Hekla Álftanes klukkan 7:30 á Hellu, Ármann IG klukkan 8:20 á föstudaginn og svo það laugardaginn KVF Hrunamenn klukkan 2 og 4:30 Sindri Leiknir Reykjavík og sunnudaginn svo Stálúlur Kormákur klukkan 2 og Patrikur Augnablik klukkan 4:30 og þið getið séð allt inn á kki.is, það síða Körfuknattleikssambandsins. Svona rétt í lokinu hvað ykkur ætla að segja ykkur hvað framundan í öðrum íþróttum en körfubolta. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Nýir og notaðir bílar. Bílasala